Siggi, þetta var nú svolítið erfið byrjun hjá okkur á mótinu. Já, mjög. Og bara döpu byrjun, ég var bara alveg honest. Það var frábært að vinna og allt svoleiðis, en þetta var... Við erum nú búin að spila 6-7 æfingarleiki núna og þetta var by far okkar versta frammistaða, þannig að auðvitað er ég fúll, en gott að vinna. Tek það. Eitthvað svona, já það er nú rútíneræði leikmenn hann innan og saman við, þannig að það er nú ekki hægt að tala að það sé nú kannski ykkur sviðskrekkur í mannskapnum. Nei, alls ekkert og já, ég meina og raun reddaði þessu rútíneru, ég meina Sunna var frábær með 8 mörk og 10 skotum og Marta varði 21, þannig að þær voru frábærar en þetta er liðsbragur og þetta er liðsport og við þurfum allar að vera klárar og við vorum náttúrulega, þeir voru stressaðar líka nokkrar að byrja, þú veist, í hotnónum var ég bara með nýja leikmenn alveg og þær eru búin að vera mjög góðar í æfingarleikjum, voru kannski svolítið tens og það kannski smita sig í aðrar og við vorum bara ólíkar sjálfum okkur inn í skelinni og svona en við tökum sigur, það er bara eina sem ég geri. Það sem manni fannst kannski þegar þið náðu þarna 5 marka forskoti, skammt eftir komist þið yfir, lendið þarna undir, 17-16, svo komist þið yfir 22-17, þá hélt maður svona að þið myndum bara ganga frá þessu en í staðinn þá hleypið þessi bara niður spennu. Ég er nefnilega bara hjartanlega sammála og ég var kannski bara of mikið þar, 22-17 og sem tekur hérna leikli og bara, þú veist, mér leið vel, við vorum þá komnar í svona eitthvað gýr og bara skora fín mörk og leystum vel þessa 5-1 vörð þeirra eftir það og bara, og þetta var stór hættulegar loka 2 mínútur og líka ég seti eina hérna inn í fyrsta leikið sinn í vinstra horni sem fær 2 mínútur hérna, tekur einu úr hérna, bara úr hálslið sko. Já, það er 90 sekundur eftir. Hún er nú náskild með þannig að hún fær séns, en auðvitað skóli, en það hefði getað verið dýrt og sem betur varði Marta frábærlega þarna í restina og hún í rauninni reddaði okkur og svona, þannig að við tökum 2 stig og lærum og skoðum þetta og svo við höfum valið næstu helgi, þannig að við þurfum að spila aðeins betur en það til að eiga eitthvað séns í alvöru leik þar.